Komið sæl, hér ætlum við að fara yfir undirbúning og ísetningu glugga og hurðarstykkja með mismunandi aðferðum, allt frá afhendingum stykkja þar til stykkin eru föst og fullfrágengin. Fyrir liggur að setja í glugga og hurðar í þessu stórglæsilegu nýbyggingu þar sem mikið er lagt upp með stórum gluggastykkjum fyrir hámark útsýni yfir stórfenglegt svæði á Norðurlandi. Fyrsta skrefið í þessu ferli er að fá stykkin afhent og koma þeim áleiðis að húsinu. Hér er mikilvægt að hafa tækjakost í lagi þar sem þyngdin er gríðarleg og aðeins möguleiki að flytja þetta á sambærilegu tæki eins og sést hér. Stykkin sem ræðir eru einungis úr áli og eru framleidd í Litháen og flutt inn í gegnum íslenskt fyrirtæki. Gluggar og hurðir úr áli eru að færast í aukana hér á landi og eru þetta mjög gæðarlegar vörur en ennþá er algengast að gluggar og hurðir séu á timbri hérlendis eða timburgluggar klæddir álkápu, svokallaðir áltrégluggar. Næsta skref er að fara yfir stykkin og mæla götin sem þeim er ætlað að fara í og athuga hvort það gangi ekki upp. Þar næst þarf að undirbúa götin og eins og sést hér er burðarvirkið steypt og þar eru nokkur atriði sem þurfa að vera á hreinu. Sjá má hér að steypt er svokallað fals fyrir stykkin og leggjast þau í það. Þetta er gert til þess að bæta þéttingu, þar að segja ekki sé bein leið inn á milli glugga og burðarvirkis, myndar ákveðin vatnsláss ef það má segja og síðan auðveldar þetta uppsetningu á gluggastykkjunum sjálfum. Við slípum falsið og brjótum niður allar nibbur úr kverkum og misfellur sem myndast geta í steypunni til þess að tryggja það að stykkið falli sem best í falsið. Við slípum falsið, glugghúsið að innanverðu og síðan 10–15 cm í kringum götin að utanverðu, en það er gert á þessu stigi fyrir þéttiborðann sem verður notaður þegar stykkið er komið í til þess að þétta það gegn álagi veðurs. Þegar slípun er framkvæmd á steyptuburðarvirki er mikilvægt að hafa réttu verkfærin. Í þetta er notaður bollaslípurokkur með sérstökum slípubolla með demantstönnum sem grefur sig inn í steypuna og slípar ysta lagið af steypunni. Þetta er gert til þess að fjarlægja öll óhreinindi sem geta myndast í ysta lagi steypunnar á byggingarstigi. Þetta er gert í öllum steyptum mannvirkjum þar sem að yfirborð þarf að vera hreint, til dæmis undir spaslvinnu. Mikilvægt er að hafa bollarokkinn tengdan við öfluga ryksugu með bankara til þess að minnka ryk. Persónuhlífar fyrir þetta eru góðar heyrnarhlífar, öryggisgleraugu og rykgríma. Að þessu loknu má áætla að gatið sé tilbúið undir stykki. Við berum stykkið að og förum að stilla það í horfið. Hér má sjá hurðarstykki en langalgengast í dag er að öll stykki komi í dag fullsamsett og glerjuð að fullu. Hurðin er fleyguð rétt eftir hallamáli eða leyser. Passa þarf að stykkið sé lóðrétt á báða vegu, þar að segja að það sé rétt til hliðanna í gatinu og hallinn inn út úr húsinu sé réttur líka. Ekki er hægt að ganga út frá því að falsið sé 100% rétt og því verður að gæta því líka með því að bera annaðhvort hallamál eða leyser að stykkinu. Þessi stykki koma með svokölluðu Adufix festingakerfi, en það er sænskt festingakerfi og hentar sérstaklega vel þar sem að stykki koma fullfrágengin og einungis á eftir að festa þau við burðarvirki hússins. Kerfið er byggt upp þannig að komið er fyrir karmhulsum inn í karmi hurðarinnar og til þess að stilla hurðina af 100% eru hulsurnar stilltar af með 10 mm sexkanti sem settur er í skrúfvél og skrúfaður í gegnum gat á hurðarkarminum að burðarvirkinu þangað til að stykkið er rétt. Þar næst er borað með 6,5 mm steinbor í gegnum gatið á karmi hurðarinnar, steinskrúfa með sérstökum Adufix haus sett í og hert fast. Fjöldi hulsa á hvert stykki er ákveðinn af framleiðanda. Þegar búið er að stilla allar hulsurnar þannig að stykkið sé rétt á alla vegu, bora fyrir skrúfum og festa
er stykkið fast og í raun tilbúið til notkunar. Síðan er sérstökum Adjuvix töppum smellt í götin í falsinu. Næsta stig til þess að mynda hámarksþéttingu er rifa milli burðarvirkis og hurðarstykkið fyllt með þéttifrauði af eigin vali. Þar næst er komið að þétta hurðina. Við ætlum hér að nota þéttiborða. Alls konar tegundir í boði í þéttiborðum nú til dags, en fyrir valinu hérna varð Extosil-borðin frá ProClima. Þá er borinn grunnur á yfirborð steypunnar, frauðið og inn á hlið hurðarstykkisins sem nemur breidd borðans. Mikilvægt er að byrja að leggja borðann að neðanverðu eða á botnstykkið. Síðan taka hliðarnar upp og loks yfir stykkið. Þannig snúa engin samskipti í borðanum upp og lágmarka það hættu á leka til framtíðar. Þessir borðar eru orðnir gríðarlega algengir í dag og eru fljótlegir og jafnframt þægilegir í uppsetningu. Núna er hurðarstykkið fast og þétt og tilbúið undir einangrun og klæðningarvinnu. Önnur aðferð, eins og hér má sjá, er að setja stykkin á vinkil. Í þetta er valinn vinkill eftir þörfum úr áli og settur í hæð undir, eins og til dæmis þessa rennihurð sem sést hér, sem annars er fest með Adjuvix festingarkerfinu. Vinkillinn er festur með múrskrúfum til að hámarka festu og stöðugleika. Einungis er hægt að nota þessa aðferð þar sem ekki eru komnar fullfrágengar stéttar eða svalir. Önnur aðferð í viðbót er hægt að nota einungis í nýbyggingum þar sem ekki er búið að einangra húsið að utanverðu. Þar eru skrúfaðir vinklar utan á stykkin, staðsettir á stykkinu sem nemur falsþykktinni. Þeir ganga síðan út á steypuna og eru festir með hefðbundinni steinskrúfu. Mjög einföld aðferð en hentar ekki nema það sem á eftir að einangra utan á burðarvirkið. Eins og er með þessa aðferð og hina, bilið milli glugga og burðarvirkis er fyllt með þéttifrauði, grunnað og þéttiborða yfir í lokin. Veita má athygli á opnanlegufögunum í þessari tegund af álgluggum. Þau koma glerjuð og tilbúin og eins og sjá má eru þau riffluð á hliðunum og festast hér þar til gerðar festingar. Það eina sem þarf að gera hér er að ýta opnanlega rammanum í gatið nógu þétt þar til að festingin smellur rétt og þá er fæðið klárt til notkunar, fljótlegt og þægilegt. Adjuvix kerfið er í raun það kerfi sem hentar öllum aðstæðum, hvort sem ræðir nýbyggingu eða verið að skipta glugga í eldra húsnæði. Þetta er ekki tæmandi listi af festingaraðferðum á gluggum og hurðum, en það má segja að þessar séu með þeim algengari nú til dags og hafa þessar aðferðir breyst mikið í gegnum tíðina ásamt efnum og aðferðum við þéttingu þeirra.